Góða kvöldið. Góða kvöldið. Hrafnkatla Valgeirsdóttir heiti ég og ég býð ykkur öll hjartalega velkomin í fyrsta þátt einingarinnar. Já, verið öll hjartanlega velkomin. Jón Ragnar Ríkharðsson heilsar ykkur hér og við vonumst eftir því að eiga mjög, já, Bara dásamlega stundir með ykkur. innihaldsríkar. Afskaplega. Mögulega mun örla á visku, Já, það fer eftir ýmsu. en pottet mikil gleði. Já, það er nefnilega viskan sprettur af gleðin. Já, Gleðin er besti innblásturinn fyrir viskuna. Ég efast ekki að einhverjir hafi rykið upp stór augu þegar að miðaldra kallskarfur eins og ég kynni sig sem kall Hrafnkatlu Valgeirsdóttur, en ég er hún og hún er ég. já, Sannleikurinn við erum öll eitt og hið sama. Þessi aðskilnaðarblekking sem að við höfum upplifað all okkar ævi, hún er til þess að við getum verið sem sagt í þessu jarðlífi að læra okkar lexíur og hún er nauðsynleg á meðan að við erum að þroskast og læra. En það kemur alltaf að þeim tímapunkti að maður er búinn að læra nóg til þess að njóta þess og upplifa hina einu sönnu einingu. já, mikið rétt. Mikið rétt. Það er eins og við höfum svona dálítið þörf fyrir það að fara, já, koma aftur og aftur. Og Og já, fara hring eftir hring. já, Þetta er dálítið svona, við erum að fara, við erum alltaf á hring. já, við erum alltaf á hring og ofta þá finnst okkur jarðlífið óskaplega erfitt, sem það er. Það er krefjandi og það kemur ýmislegt upp á sem að veldur okkur vanlíðan, kvíða og ýmiss konar tilfinningum og það er allt saman mjög eðlilegt og það er allt eins og það á að vera. Af því það er mikilvægt að muna hlutverk myrkursins. Hlutverk myrkursins er að vera hreyfiaflið og ástæðan fyrir því að við erum nú hérna á jörðinni er sú að okkur líður ekkert voðalega vel í kyrrðinni þarna hinum megin. Af því að þar er ekkert að gerast. Það má segja að við jarðarhlutarnir, það er að segja jarðnesku hlutarnir af hinni einu sönnu sál, við séum svona þessir spennufíklar, hugsanlega, að við viljum vera hérna af því að við þráum að upplifa okkur eins og við erum. Og til þess að tökum bara dæmi einhvern sem að ákveður að koma í jarðlífið sem greindur og klár einstaklingur, að hann getur ekki vitað að hann sé greindur og klár nema það sé einhver sem að er ekki mjög greindur og alls ekki klár. Þá upplifir viðkomandi sig eins og hann er. Og það er fegurðin í þessu öllu og þess vegna skulum við ekki dæma þá sem að okkur finnst ekki svona skemmtilegir, ekki gáfaðir og svo framvegis, vegna þess að við erum öll að gegna okkar mikilvægu hlutverkum hérna á jörðinni og það er engin mikilvægari heldur en annar. Einmitt. Það er svo áhugavert að við erum sko, já, svo mörg og svo erum svo lengi svona, við erum að koma líf eftir líf hérna á jörðina og við erum svo föst í stigskiptingunni. Það er alltaf sko, það er einmitt að koma inn á þetta, þú veist, ég er betri en þú og þessi, þú veist, já, eins og við bara getum nefnt hérna dæmi bara, já, gott dæmi var til dæmis hérna betlarinn. Við hugsum hlýtt til hans og svona, en okkur, þú veist, mörgum kannski finnst, þú veist, hann sé einhverju lægra plani en við.
einmitt, En undantekningarlaust eru þetta sálir, háþróaðar sálir sem taka sér einmitt að sér þetta hlutur. alveg rétt. Þannig að þetta er svona oft svona tvist. Þú veist, já, þeir sem að vinna það sem við köllum einföld störf Mhm. eða svoleiðis og það er oft þessar háþróaðu sálir sem að Já, já, í rauninni það er ekkert sem að segir okkur að, já, menntun eða hvað við erum að mennta okkur einhverja gráður í skólum að það sé eitthvað, það sést samasemmerki á milli. engan Að það veginn. sé einhver mikil þróun, sko, Nei, engan á veginn, engan andlega veginn. sviðinu. Það má nú Þannig að, segja, já, já, sko, það er kannski ekkert voðalega gaman að segja það og þó, jú, jú, ég veist alltaf að segja það núna vegna þess að ég er ekki lengur upptekinn af stigskiptingunni og egóið er hérna ekki lengur ríkjandi. Ég er ekki að gorta mig að þetta er bara af því að ég hef gengið í gegnum það mikil átök og mikla reynslur að það hefur tekist og þetta er eitthvað sem að öllum tekst fyrir eða síðar. Sko, ég er dæmið um mann sem að þarf ekkert að hafa neitt fyrir lífinu. Ég hef ágæta greind og mér gengur vel, ég á flotta fjölskyldu og ég þarf ekkert að hafa fyrir neinu, þarf ekki að hafa áhyggjur af neinu og það bendir nú til þess að ég sé kannski ekkert voðalega háþróuð sál vegna þess að ég mundi ekki kjósa að lifa svona erfiðu lífi eins og betlarinn sem að Hrafnkatla sagði mér frá og mér langar til að deila með ykkur sögu sem að Saint-Germain, vinur okkar og bróðir, sagði mér. Að hann sagði mér frá betlara sem að kom hvern einasta dag á hornið sitt og betlaði. Þetta var sár fátækur maður, hann var mjög illa til reika og í slittum fatalörfum og hann átti ekkert húsaskjól. Og Saint-Germain sagðist hafa dáðst að þessum manni vegna þess að hann kom þetta hvern einasta dag og betlaði, meðvitaður að hann var fyrirlitinn af öllum. Saint-Germain sagði að hann hefði ákveðið að fara til betlarans til þess að þakka honum fyrir bæði að minna sig á hvað hann hefur það gott og hrós honum fyrir eljuna. Og hann fer til betlarans og hrósar honum og segir svo við hann bara, má ég faðma þig? Og betlarinn stendur upp og náttúrulega svona auðmjúkur og örugglega hálfsmeykur við þetta mikilmenni sem að Saint-Germain var. Og Saint-Germain sagði við hann, og ég veit að í næsta lífi munt þú sannarlega eiga betra líf. Og hann sagði, Saint-Germain, að betlarinn sagði aldrei orð, en ég sá í augunum á honum að hann skildi allt sem ég sagði. Og hann sagðist hafa upplifað dýpri skilning hjá þessum betlara heldur en hjá flestum þeim vitringum sem að hann kynntist á sínum mörg hundruð ára lífsferli í síðustu jarðarför. já, einmitt. Þetta er bara alveg, já, þetta er mögnuð saga. Já, Já, og hafði mikil áhrif á mig. já, en svona kannski fyrir þá hlustendur sem að, já, fræðum hlustendur hver er hérna Saint-Germain. Saint-Germain, það er nú hægt að lesa mjög mikið hann var greifi kallaður, sko svona til að gera langa sögu stutta þá var hann mjög merkilegu maður vegna þess að hann náði raunverulega tökum á eigin líkamsstarfsemi þannig að hann gat lifað í mörg hundruð ár. Þetta hljómar mig ótrúlega en þetta gat hann og þetta getum við öll. Og það er nefnilega mjög mikilvægt að hugsa
það að það engin meiri heldur en annar. Sko, mér finnst þess og samt sér minn bara blokki huga því ég er að reyna að rifja upp eitthvað vegna þess að hann vill ekki skipta henni máli. Sko, eins og Jesú kemur hingað og eina sem hann sagði var: þið getið gert allt sem ég geri og meira til. Jesú vildi aldrei vera þessi meistari. Hann kendi lærisveinum sínum sem að hann sagði eitthvað þegar við mig að hefðu bara verið vinir hans. Sko, svona vitrir menn eins og Saint Germain, svona meistarar, uppsettir meistarar eins og Saint Germain og Jesú og fleiri, þeir hafa enga þörf fyrir aðdáun. Þeir vilja miklu frekar að við dáumst að okkur og dáumst að hvert öðru. Þannig að því að við erum að vaxa, við erum að þroskast. Já. Þeir þurfa ekki hrós vegna þess að þeir eru að þroskast og sama er með Guð, að við erum alltaf að spreða hrósi á Guð og aðdáun og það er ekkert með að gera vegna þess að Guð, eða móðurinn eins og ég kalla Guð, en það skiptir ekki máli. Guð elskar okkur alltaf og Guð þarfnast einskis. Það eru við sem að þurfum á hvert öðru að halda. Þess vegna er svo mikilvægt að muna eftir einingunni, að við eigum að vera til staðar fyrir hvert annað. Og eins og Jesú sagði: elska náunga þinn og svo framvegis. En förum aðeins inn á þetta með það er engin meiri en annar. Já. Og þetta er svona, þetta er svona töluvert, hvað maður segja, það sem við erum svolítið að eiga við í nútíma samfélagi og samfélögum. Og ekki bara alltaf í Íslandi, bara í heiminum öllum. En við erum öll sama. Alveg. Og við viljum svolítið fjalla um það. Já. Í þessar þáttum og ekki bara þessum þætti sem er akkurat núna, en við gáum þessari þáttaröð, þessu podcasti, nafn, og það er einingin. Af því við vildum svolítið tala um þetta og tala um okkar eigin reynslu af einingunni, hvað við höfum upplifað, hvað við höfum heyrt þetta, einnig það sem aðrir hafa upplifað. En aðalega það sem við höfum upplifað. Já. Þannig að ég held og við höldum að það sé löngu kominn tími á að vera meðvituð um þetta og fara að, ég geti bara sagt, praktísera þetta. Það er svo rétt. Margir, fyrirgeðu. Nei, það er svo margir, við kannski hafið mörg hver, flest, einmitt orðið vörvita í einhverjum fræðum, í bókum. Allir hafa af einhverju leyti séð eitthvað um þetta. En nú þurfum við að fara að praktísera þetta. Já. Vera meðvituð um þetta. Já. Þess vegna byrjum við þáttina á að kynna okkur svona eins og við gerðum. Já. Já. Og þetta er svo rétt, og við Hrafnkatla, ekki Jón kannski, því ég er Jón Já. Ég ertu viss. Þú ert það bæði. Já, ég meina ég birti sem hann, en ég er líka Hrafnkatla. Já, þú bæði. Já. Og miklu fleira. Málið er að ég veit að það eru margir sem að hlusta sem að finnst þetta asnalegt og finnst þetta skrítið, og það er skiljanlegt. Af því að við erum alin upp við þetta að hver á að bjarga sig sjálfur og hver er sjálfur sér næstur og svo framvegis. En það líður engu vel í þessum heimi vegna þess að við finnum öll eitthvað tóm innra með okkur, og við finnum það best þegar að okkur líður ekki vel. Og það getur náttúrulega komið af ýmsum ástæðum og stundum bara vakna maður á morgnana með vanlíðan. Og hugsið ykkur hvað það væri nú fallegt að geta haft eitthvað sem að hægt er að deila vanlíðaninni með, og ekki endilega bara einhvern nákominn eða eitthvað sem að tengist nánum böndum. Allir, þú veist, fara bara út á götu, segja við næsta mann: við líður bara alveg rosalega illa.
og geta sagt það í því trausti að maðurinn bjóðist til að sýna vináttu, stuðning og vera til staðar. Og þess vegna það með þessa einingarhugsun, hvort sem við trúum henni eða ekki, ég veit að hún sannleikur, en það skiptir ekki máli, það ekki allir sem eru sammála því, að þá líður okkur svo miklu betur. Ég hef þá tilfinningu, hef þá sannfæringu að ég hluti af öll. Ég meina, ég horfa á trén ég, öll dýrin eru ég. Það skiptir engu máli hver ég. Þetta allt saman hluti af mér og ég hluti af þessu öllu. Og þannig hef ég náð að elska allt sem Þannig það ekkert ástæðulaust að við leggjum svona mikla áherslu á eininguna vegna þess að hún hefur gefið okkur báðum ótakmarkaða gæfu. Já, algjörlega. Og mér langar líka að segja að það svona þeir sem að, lenda eða verði í þeirri stöðu að styðja við einhvern sem á erfitt eða svona þeirri svona stöðu hjálpanda, ef maður getur kallað þessu svo, að oft þá upplifa þessir hjálpendur eða þeir sem eru þeirri stöðu, það svona ótta að því þau halda þurfa að hafa einhver svör við öllu þessu sásaka sem að hinn aðilinn eru að upplifa, en ég vildi svo mikið fara inn á það, við þurfum ekki að hafa svör og oft ekki svör heldur. Nei. Allavega ekki akkurat á þeim tímapunkti þau koma kannski seinna. En bara, þú veist, að því að ég held að tengi margir við þetta. Já. Þú ert að reyna að hjálpa einhverjum vininu og hvað það er mikill sársauki og þú fyrst þú þurfa að segja eitthvað, hafa einhver plön og svör, en sjaldnast það. En mikilvægast bara að vera til staðar. Vera með manneskjunni. Já. Þú veist, hjálpa henni við það sem að þú getur hjálpað henni við. Já. Kannski veraldlegir hlutir. Já. Þú veist, eitthvað. Já, eða bara hvað sem en þú veist, af því að ég held að þetta algengt. Ég upplegaði þetta oft sjálf á tímabilum. Já. Ég held að margir tengi við þetta. Já, þetta. Ekki hræðast að halda áfram, að styðja, af því finnst þú ekki hafa neitt framfæra eða svör við einhver spurningum. Já. Og þetta svo rosalega góður punktur í það Hallkatla og nauðsynlegt að ræða vegna þess að við vitum það alveg að leið og við byrjum að tjá okkar vanlíðan að þá erum við að byrja ákveðið heilunarferli og bara að vera til staðar og hlusta og snerting ofboðslega góð, bjóða faðminn, halda í hendur á þeim sem líður illa, horfa í augun á þeim, sýna ég hérna til staðar, ég fer ekkert. Vegna þess að það líka þegar að okkur líður illa, ég held að ég þekki þetta, þú þekkir þetta og ég held að þið öll sem eru að hlusta þekki þetta vel, að þegar okkur líður illa og við þurfum virkilega að hjálpa að halda, þá upplifum við oft að þessa ranghugmynd að ég vill ekki vera að íþyngja. Og ég bara ber þessa vanlíðan sjálfur og þetta ekki góð hugsun vegna þess að við eigum að vera tilbúin til að leita til annarra og leyfa öðrum að leita til okkar og við myndum skapa svo fallegan heim með því að hugsa eininguna að þegar að ég að hlusta á einhvern og hjálpa einhverjum, þá ég ekki skörinni hærri heldur en hann. Ég að hjálpa mér. Akkurat. Ég að hlusta á mig. Ég var einmitt að hugsa þetta nákvæmlega sama. Já, skrítið. Skrítið sko, nefnilega, já. Af því að það oft sem svona ákveðið, kemur svona stolt af mig. Já. Og þá getur maður bara séð fyrir sér, eða hugsað, jafnvel séð fyrir sér myndrætt að sá partur af mér sem í kannski meira jafnvægi og meiri styrk þarna og ég ætla að biðja hann að aðstoða mig. Já. Til að lyfta þessum parti upp. Einmitt. Já. Af því að þú veist, við erum öll að saman.
Við erum nefnilega öll það sama. Og það er nefnilega þessi stigskipting sem að Hrafnkatla nefndi áðan. Hún er svo fáránleg. Og það er ekkert launungamál að fyrir 4 árum að þá hérna opnaðist ég rosalega hratt og fór að miðla frá alheimsmóðurinni, það er að segja Guði, því afli sem að skapaði allt sem er. Það er að segja alla alheim og alheimin og allt þetta. Það sem að var hvað lærdómsríkast fyrir mig þá í því, og ég er enn að svona ná að skilja það stöðugt betur og betur. Ég tengist alheimsmóðurinni, Guði, mjög náið, og ég tengist líka Jesú mjög náið og samt fyrir mig mjög náið. Það sem er sameiginlegt með þeim þrem, nú veit ég alveg og ég hugsaði sem svo að bara vá, þetta eru svo rosalega stórar verur, hvað er það að tala við svona sjómannsræfur eins og mig, vitið þið það? Þegar, og Hrafnkatla getur sagt nákvæmlega sömu sögu vegna þess að hún tengist þeim líka. Það örlar ekki á neinu svona, hvað ég var að segja, yfirlæti eða neitt svoleiðis. Þau eru frá þeim, að meira að segja, hérna sagði alheimsmóðirin, Guð, við mig, að það er eitt sem að hún getur aldrei, og það segir okkur samkvæmt okkar stigskipta skilningi, er hún ekki fullkomin. Guð er ekki fullkomin. Einfaldlega vegna þess að það er eitt sem að Guð getur aldrei. Guð getur ekki gleymt hver hann er, klæðst holdi og lifað eins og við. Og ég man að hún sagði við mig að það er ekkert útilokað og það er enda mjög líklegt að ef ég myndi gera það sama og þið, að þá var ég vitlausasta mannvera sem að lifað hefði á jörðinni. Vegna þess að þegar við erum komin í hold, að þá gleymum við öllu og þá þurfum við að rifja upp og þess vegna lendum við öll í að vera í alls konar rugli í mörgum lífum og svo framvegis. En þetta er það sem að Guð getur aldrei sannað, að hann verði meiri maður heldur en við. Já, þetta er ansi magna. Já. Og það er nefnilega þetta, eins og við tölum við upp að við þessi leiftrandi húmor. Já, akkurat. Já, það er svona, hvað skal ég segja, hæsta tíðnin. Það er það. Ef við ætlum að tala um það. Ég meina fíflagangur er hæsta tíðnin. Já, eða þú veist, svo erum við farin að tala um hæstu tíðnina. Já. Og þá erum við farin að stigskipta. Já, nei, já, ég veit. Svona á ákveðinni tíðni. Nei, ég segi sem sagt að... Á góðri tíðni. Já, ég er nú bara svona að tala, já. Fíflagangurinn. Já. En að því að við erum alltaf að taka þetta með stigskiptinguna og vera meðvitu og dálítið greina þetta dálítið vel. Já. Og svona vildi ég taka þetta með, sko. Já. Að því þú, já, þegar kannski orðið verið að það er alltaf að tala um þessari hárri tíðni og þessari lágri og eitthvað, allt þetta. Við erum alltaf að spá í hvað er hátt og hvað er lágt og hvað er, já, mikið og lítið og þetta er endalaust. Já. En við vorum nú bara að ræða nýlega að það er talað um 3D og 5D, svona jarneska tíðni og himneska tíðni eða andlega tíðni. Það er engin munur á þessum tíðnum raunverulega vegna þess að þriðja víddin finnst mér persónulega miklu skemmtilegri heldur en þessi andlega. Sko, það má segja að 3D sé raunverulega 5D í dularkerfi. Það eru bara svona ýmiss konar hulur og svoleiðis yfir henni. Og það er líka ef við náum ekki að elska og njóta þriðju víddarinnar, þá náum við ekki að komast á þá 5. vegna þess að þetta er alveg rétt sem að Hrafnkatla kom með áðan að það er raunverulega rangt, já nú er ég líka að dæma. Þetta er bara svo krítískt, sko. En það er svo gaman að stremma sig svona af. Nei, ég veit það er það. Já, þetta er flókið. Já, það er nefnilega því að raunverulega varst þú að dæma mig áðan fyrir að tala um hæstu tíðni. En svo megum við ekki gleyma því. Við erum á 3D og við erum alltaf að dæma því að við erum að læra. Og við Hrafnkatla erum alltaf að dæma hvort annað og dæma aðra.
og þannig á það að vera vegna þess að það er það skemmtilega við þriðju víddina sem sagt jarðlífið. Við erum að læra, við erum að þroskast, við erum að þróast, við erum að fara nær andlegu tíðninni og fyrst og fremst hafa gaman af því. Það sem að móðirin sagði einu sinni við mig var, eða Guð, að ferðalagi væri yfirleitt skemmtilegra heldur en áfangastað. Hún sagði þetta við mig þegar ég byrjaði að miðla og það er nefnilega svo skemmtilegt sko að allt sem hún segir að sko flestar sem maður heyrir vekur upp fleiri spurningar en allt sem að hún hefur sagt við mig vekur upp fleiri svör. Já. Af því að það er að njóta ferðalagsins, njóta þess að vera á 3D, njóta þess. En ertu farin að upplifa þetta? Já. Sjálfur? Já, þú ert farin að tengja við þetta? Já, ég líka. Já, alveg bara. Ég elska að vera þetta á jörðinni maður. Þetta er miklu meira gaman. Já, sko, ég get alveg sagt að ég er 42 ára núna. Já. Og ég fyrst núna er að elska þetta. Já, sérðu, þú. Ég er búin að bölsótast yfir ýmsu hérna lengi. Já. Allavega í þessu lífi, já. Jú. Já, fyrst núna. Ég örugglega mörgum. Já. Öðrum. Og já, núna er ég bara loksins farin að elska þetta. Já. Já. Ég er bara búin að eiga virkilega erfitt með að vera hérna í þriðju vittinni í allt þessi ár. Já, hún er óskaplega erfið sko að já, má tala stíðskiptingu, já, pínu. Já, við þurfum ekki alveg að. Nei, ég veit að. En það er svo gott að tala um þetta. Já, ég veit, nei. Það fer maður að hugsa, já, sko. Það er nefnilega, sko, við Hrafnkatla tölum mikið sannleiksbrot. Við höfum ofboðslega opin og heiðarleg samskipti og við erum alltaf að sannleiksbrota hvort annað og það er nauðsynlegt. Já. Já, sko, en ég verð þá að koma með jákvætt sannleiksbrot til þín að þú ert þá svona talsvert fljótar að ná þessu heldur ég vegna þess að þegar ég var 42 ára þá var ég svo rosalega langt frá þessu sko sem frekar gat verið vegna þess að ég var ekkert voðalega ánægður alltaf með jarðlífið sko. Okay. Og ég held að þetta og ég held alltaf að Guð væri svo rosalega svona merkilegur og bara hátt uppi og allir sem svona hálfgerður ótti, svona guðsótti Guð almáttugur, já. Okkur er kennt það svona já. Þó það sé svona á undanhaldi, myndi ég segja. Já, sem betur fer. Það er svona minnkandi. Sko, ef við kannski aðeins komum inn á það, við höfum ræktað svolítið mikið við Hrafnkatla að sko, hvað þetta er absúrt að einhver skuli trúa því að við stafsökunar á þessu. Settu silent. Já, það bara kemur sko. Núna er þetta, ég nefnilega kann þetta sko. Settu silent. Já, ég er svolítið tækniverður sko, pínu. Sko. Já. Loksins náði ég því að njóta þess að vera ég og mér finnst ég æðislegur. Þú ert það, ég er sammálaður. Já, ég er bara. En þetta finnst mér ég æðisleg. Já, þú ert það og það er svo örugglega rétt. Já, ég veit það. Svo ertu líka þú. Já, ég veit það. Og þú ert ég. Já, nú er hætt í bili. Nei, þú veist. Nei, alvöru sko. Já, það er þannig og við erum ekkert að grínast með þetta þó við grínumst mikið að við erum eitt og hið sama. Þannig að þess vegna get ég alveg sagt að ég heiti Hrafnkatla og hún alveg sagt að hún heiti Jón og það er satt. Sko, ég átti mjög auðvelt með að elska ýmislegt við mig og naut þess og var bara mjög ánægður með. Svo var eitthvað annað sem ég var ekki sérstaklega ánægður með. Og án þess að vera að tíunda alla mína kosti og galla, af því það hefur engin áhuga að hlusta á það langar lestur. Já, ég veit ekki, ég er nú fyrst og fremst. Einhverjir. Já, sko, það er nú svona stutt í athyglisverðinu og þannig einhver vill kynnast
öllum mínum kostum og göllum og þá bara senda mér skilaboð og ég skal bara taka feyskól Já, og segja það í smáatriðum. þetta er góð En, hugmynd. já, en sko, það er eitt sem ég get nefnt. Mm. Ég er alveg brjálæðislega utan við mig og það veit allir sem þekkja mig. Það er bara, þú veist að stundum veit ég ekki hvort ég er að koma eða að fara og ég get gleymt ótrúlegustu hlut. Er það ekki bara flæði? Er þetta svo miklu flæði? Þetta er góð afsökun, þetta er Nei, svona ákveðið persónuleika brestur. En jú, það er ákveðið. jú, Já. en þetta er alveg rétt, sko. Ég, sko, þess vegna hefur mér oft leið svo mikið í jarðlífi vegna þess að hugurinn er miklu tengdari við svona alveg eitthvað bara svona sem er langt frá svona efnisheiminum. Einmitt. Ok. Já. Ég hefði nú ekki verið tilbúin til þess að sitja í svona spjalli og segja öllum að ég sé svo rosalega utan við mig og gleymin stundum og þetta sko, þú veist að já, ef þið til dæmis myndu ná minni ástkæru eiginkonu á trúnu og þá fengið þið nú örugglega mörg dæmi sem að sanna það, þú veist. Ég skammaðist mér svo mikið fyrir þetta því að ég er náttúrulega alinn upp á sjó, búinn að vera á sjó í 43 ár og alinn upp við að vera svona hörkusjóar og allt þetta sko, ég er það ekkert, ég er ágætis, þú veist sko, jú hluti að mér er það, en ég er það ekki svona orginal, en þetta er rosalega tabú í mínum heimi, svona sjóara heimi að vera svona utanvís og svona mikill sveimur, ég er alltaf með hugan eitthvað staðar bara, já. En nú eru svo margir sem eru svona utanvís. Já, en það er hálf þjóðin með ADHD-greiningu og bara flott, sko. Já, ég veit að það þykir ekki, nei, það þykir ekki dóðlega fínt því að þá þurfa menn að vera svona skarpiðir og svona, þú veist, og með hugan bara hér og nú. Það voru alltaf verið börðu að basla mig. Já, Ég elska þennan eiginleika því ég er gaman á hann, þú veist. Sko, ef ég elska ekki hvað ég er utan við mig og ef ég elska ekki hvað ég get verið ruglaður stundum og svo framvegis og alla gallana, þá get ég ekki sagt að ég elski sjálfum mig vegna þess að sko að vera, hafa góða kosti eins og ég veit alveg ég hef, sko, það er bara örlítill hluti af mér. Þannig að það er svo gott að elska sig allan og viðurkenna, vera ekkert feimið við að viðurkenna hvernig ég er. Einmitt. Þetta er náttúrulega, sko, það er ferðalag að þessum punkti. Mjög mikið og strangt ferðalag. Já. Ofbeldisfullt á tímabili að þá mótmælti því harðlega að Guð væri miskunnsamur vegna þess að þetta var bara ofbeldi í Dark Knight of the Soul en það var hverrar þjáningar virði. Algjörlega. Já. Af því að það er þjáningin sem að gefur þroskan þegar við náum að skilja að þjáning er ekki þjáning, þegar við náum að sjá í gegnum hulurnar að þá er ekki til nema ást. Og sem að er sterkasta aflið, hún er umvefjandi og það er svona sko, ástin er að birtast okkur í svo mörgum myndum sko að það er leiðilegi gaurinn sem er alveg að gera mann brjálaðan, hann er að minna mig á að ég þurfa að vinna svolítið betur í mér vegna þess að ef þú getur ykkur gert mig alveg brjálaðan þá er ekki hægt að segja að ég hafi mikla sjálfsstjórn. Þannig að það er raunverulega besta fólki sem að getur fengið mann alveg svoleiðis til þess að nötra og bara brjálast. Einmitt. Sko, við erum komin hérna á jörðina til að upplifa eininguna. Já. Til að finna þetta. Mikið óbáslega getur þetta verið allt flókið. Já, það er það. Þetta er rosalega flókið að finna þetta. Já. Ég myndi að segja það. Allavega fyrir mig. Ég bara lýsa minni upplifun, ég get bara lýst henni. Já, ég ætla nú ekkert að Þú veist, en já. Þetta er búið að vera ansi flókið. Já, mjög. En mjög skemmtilegt samt. Mjög skemmtilegt. Já. Það er nefnilega kosturinn
einmitt við það Mhm. að gefast ekki upp. Mhm. Það er bara það sem að, þó ég hrósi okkur systkinum, Já. það sem er hafnfjallega sameiginlegt, við gefumst aldrei upp. Nei. Akkúrat. Við erum búin að þrjóskast hérna ótal jarðvistir í alls konar brasi, Já. komikar aftur og aftur og aftur og aftur. En núna Já. sjáum við, Já. þetta var hverra sekúndu virði. Algjörlega. En það er líka, sko, ég er búin að átta mig á því og þetta er komið aft fram í spjöllunum okkar í alls konar flæði, en sko, að við erum svo mikið að forðast. Já, Já, við erum svo mikið að fresta og við erum svo að forðast og við höfum náttúrulega, þú veist, heimsins feiki nógan tíma alltaf. já, Já, endalausan. já, En við erum að, já, við getum í rauninni, já, komist hraðar yfir í ferlinu. já, Við já, getum já, það. já, Ef við hættum að fresta og hættum að forðast. það er sko Við erum alveg, alltaf að forðast allt. já, Já. Við getum sett, sko, já, ég kalla þetta að fara inn á hraðbrautina, já, að einingunni. já, hraðbrautin, já, Já. já. Það, Þegar við hættum að forðast, hættum að fresta og bara tökumst á við allt sem að kemur. já, og það var nú meistari Saint-Germain sem að kendi okkur þetta, af því að við erum bæði mjög nátengt honum, Já. sko, og hann var nú merkilegur fyrir það að hann lifði hérna í 300 eða 400 ár, stanslaus, Já. og lærði mikið, og hann segir alltaf ekki forðast neitt. Þú veist, ef það kom einhverjir erfiðleikar, gangiði að erfiðleikunum, sitiði í erfiðleikunum, ekki forðast. Taka öllu sem kemur, vegna þess að allt sem að við erum að upplifa, það eru við búin að ákveða áður við komum til jarðar, og við erum alltaf að forðast, af því að, sko, við viljum, já, okkur hættir til að vilja alltaf vera í vellíðan, en ef við erum alltaf í vellíðan þá er það ekki vellíðan, vegna þess að við fáum bara strax leið á því. Það er bara þannig að sko, ef það gengur allt saman vel og allt saman bara eins og maður vill hafa það, þá enda með því að maður bara verður hundleiður vegna þess að það er ekkert að gerast. Það þarf alltaf eitthvað svona hreyfiafl. Já. Og það er einmitt það, sko, að það sem að kemur til okkar, það eru verkefnin okkar, hvort sem það er leiðilegt fólk, erfiðir atburðir, erfiðar hugsanir, erfiðar tilfinningar. Það er allt saman verkefni til að takast á við, en við erum alltaf að forðast og horfast í augu við erfiðar tilfinningar, forðast og horfast í augu við krefjandi hlut af okkur. Þú veist, ég get... Ef við eigum samskipti oft við krefjandi fólk, já. Og þá lokum við á það. Og þá erum við ekki að klára það verkefni, þá rauninni bara hittum við einhvern sem er með svipað eiginleika, kannski hálfu ári seinna. Já, og verri. Já, mögulega verri. Já, oftast, já. Það er svona mín reynsla, ég get nú sett það upp í dæmisögu, ég hef nú sagt það við nokkra sem hafa komið í viðtöl til mín, og maður er alltaf að endurtaka sig, en það er bara eins og Guð, þú veist að Guð er búinn að endurtaka sig frá upphafi, þannig að það er svona guðlegt. Já, samt erum við ekki að ná þessu. Svona. Nei, ekki alveg. Það er aðeins að gerast. Já, það er svona aðeins að gerast. Já. Við megum líka að tala um það. Já. Sko, segjum sem svo að einhver einstaklingur hitti fyrir mann að nafni Guðmundur. Já. Og Guðmundur er alveg þrautleiðinlegur. Og þá... Hvað er að vera leiðinlegur? Ha? Hvað myndur þú segja? Því mér finnst það svona neikvætt orð. Að vera leiðinlegur? Já, það er svona, hvernig myndur þú orða þetta öðruvísi? Þetta er svona, þú veist, leiðinlegur. Já, það er allavega eitthvað sem tryggar. Já, það sem að... Þetta er spurning um það, svona tryggering. Já, sko, tryggeringin, sko, þetta er áhugaverð spurning. Já. Sko, að vera leiðinlegur, að það er að tala neikvætt um mig, sko. Já.
Já, já, þannig að aðilinn tala neikvætt þig, já, eða til þín. gagvart mér, sko. Ég Já, held að við já, höfum þessa upplifun, sko, að er sá sem að vekur upp vanlíðan hjá okkur. Þú veist að þetta já, er náttúrulega einföldun að segja að sá sem að tala bara neikvætt til mér sé leiðilegur, en við getum sagt að sá sem að vekur upp hjá okkur óþægilega tilfinningar, fólk með óþægilega nærveru og sem að vekur bara upp hjá okkur neikvæða tilfinningar, já, það er svona leiðilegt fólk. Og Guðmundur er svona maður sem að er svona krefjandi, svona pínu lítill svona orkuþjófur, og þegar við erum já. búin að vera nálægt honum í smá tíma þá verðum við alveg bara gjörsamlega búin. Þannig Hann að, er eflaust með svona svolítið opin sár, já, ég veit, svona, já, já, býttu, svona bara lýs, já, já, ok, en já, ég er að segja svona ferlið, sko, ferli, já, já, við skulum ekki vera sálkunar Guðmund vegna hann er ekki til. jú, já, þú ert að búa hann til, Ok, já, sko, fyrst hittum við Guðmund og hann fer svona svolítið í taugarnar. Þannig að ég næ bara að forðast Guðmund, þú veist, bara, og ég hef oft gert þetta við fólk, já, þú veist, bara, ok, nei, þú veist, ég nenni ekki að tala við hann og ég hef bara að forðast það með. Þá hef ég hitt Pétur og hann er bara irritera mig miklu meira heldur en já, Guðmundur. Og ég næ að losna við Pétur. Þá hitti ég Sigurð og hann er svo rosalega erfiður að bara, ég brotna bara niður og fyrir að gráta þegar ég fyrir heim. Ég er bara búinn á taugum, þú veist, bara sumir bara geta haft þannig áhrif. Ég er ekki að segja kannski, jú, ég bara verð bara alveg bara svona nötrandi og bara ekki viðmælandi, sko, eða bara í losti, sko. En svo er líka ágætt kannski að hafa það bak við eyrað að það er raunverulega enginn leiðinlegur. Nei, það er svona, þú veist, Já. þetta er ekki það, sko. Nei, alls Þannig að ekki, við þurfum alls aðeins ekki. að orða þetta öðru sér. Já, Þetta Hrafnkatla er svona orða áminningin mín, en það er alveg rétt vegna þess að, sko, Guðmundur sem ég sagði að væri leiðilegur, að ef hann er til, og það er ju til einhvers konar svona ímynd af jú, Guðmundi í já, mínu já, lífi, já, þá er ég örugglega hundleiðilegur í hans augum. já, Þannig að hann er örugglega bara alveg gjörsamlega búinn eftir samskipti við mig og segja bara við sína fjölskyldu að Jón er svo mikill orkuþjófur, ég bara get ekki manninn. En hann upplifir sjálfan sig óskaplega góðan og örugglega konan og svo fjölskyldu og bara hugsa kannski öðruvísi en ég, sko. Þannig að raunverulega, sko, er enginn leiðinlegur og enginn skemmtilegur heldur, sko. Þú veist, við bara erum svona mismunandi. Það, sko, ég er voðalega skemmtilegur í hugum margra og svo hundleiðilegur í hugum annarra og þannig er það bara með okkur öll. Þannig að, já, það finnst öllum ég skemmtileg, sko. já, ég veit það. Öllum. Já, ég veit það. Þess vegna nefndi ég ekki, en það er eins og gott, sko, að það sem að ég er þú, sko, Já. að þá get ég líka alveg sagt að ég er alltaf svona skemmtilegur og það er bara alveg sagt. Já. En þú ert ekki að fara mjög náið inn á mig kannski svona þessu leyti, en það Nei. skiptir það engum máli. Yes. En já, en er þetta ekki bara svona fínt start hjá okkur? Jú, ég held að þetta sé bara mjög gott Er eitthvað start. sem við þurfum að svona, hvað segir maður, hérna, skerpa á? Nei, veistu það, sko, við Það verðum byrja bara svona rólega. Já, sko, við verðum að eiga eitthvað fyrir næstu þætti. Já, við erum búin að fara alveg við það. Já, við erum búin að fara rosalega víða, sko, en svo, Við erum að líka passa okkur að vera svona svolítið í fókus. Það er nú svona kannski óþarlega stífar kröfur á þennan hluta af þér. Já, sko, við þurfum að flæða. Já. Að vera pínu svona fókusir. Við höfum ekki verið út um allt. Ég er ekki að segja með að vera, en við svona, já. Það kemur þá slípast til í framtíðinni, en við eigum svo auðvitað með að fara út um allt á stuttum tíma, sko. En nú er það dæma, sko. Já, ok, stigskiptingin mætt bara. Já, nei, þú veist að við eigum að vera þessu við, þannig að samt í minns er alltaf að já, en sko þegar við erum að gera svona þætti, þá verðum kannski að hafa einhverju svona uppbyggingu. Ok. Þó við fáum að vera þessu veru. Já, ok. Við þurfum aðeins að skipuleggja. Ekki of mikið. Og ekki of lítið. Nei. Herru, við skulum diskutera þetta þegar að útsendingu er lokið. Yes. Bara takk kærlega, elsku þið sem að hafið úthaldi að hlusta á okkur allan þennan tíma. Ég vona að þið
kíkið á okkur aftur og hlusta á næsta þátt, því að við erum bara rétt að byrja. Það verða mikið fleiri þættir. Já, miklu fleiri þættir. Mm Mjög margir þættir. Já, því að þetta er bara, nú er það bara hraðferð inn í eininguna. Já, Skulum segja það. Verður ekki gott svona að loka mjög gott. hraðferð inn í eininguna. Ef einhverju þetta bæta, verðið bless, elskurnar. Bless, bless. Elski ykkur öll.